ef þú ert að reyna að vera góður svo að vera elskaður, þá verður þú aldrei elskaður. Ég var alveg upp á mömmu minni og systur minni, þannig ég ólst upp að þú sért góður og gerir hlutina rétt, að þú verður elskaður og lífið verður áhyggjulaust og fær virðingu, en það er ekki þannig. Og þá er ég ekki að tala um að vera vondur maður að gera vonda hluti eða ekki að vera góður, þá er ég að tala um að vera góður út frá því að reyna að fá eitthvað í staðinn. Það er að vera needy, basic manipulation, að þú ert að vera góður, að þú ert að vonast að fá eitthvað í staðinn. Það er alltaf ég að tala um í dag, að hætta að vera góðugurinn á óþarfa. En fyrir svona þessi lykilhegðun hjá góðu gæjum sem telja sig vera rosa góðir en eru það raunin ekki af því að þeir vilja fá eitthvað í staðinn og setja alltaf sína þarfir til hliðar, sína tilfinning. Þau eru til dæmis, þeir alltaf leitast eftir samþykki og hafa rosalega mikið áhyggjur af að líta vel út og hafa allt rétt og gera allt rétt. Og þeir finnst þeir vera hamingjusamastir þegar þeir eru að hjálpa öðrum. Þessi hugsunháttur að mér líður svo vel að bara hjálpa öðrum. Og þeir forðast deilur eins og enginn sem morgundagurinn. Þannig að þeir vilja aldrei lenda í einhverju drama eða þræta eða rífast. Þeir vilja ekkert búa neitt svona issue eða segja hvað þeir vilja eða gera það sem þeir vilja af því að það getur kostað þeim svona deilur við annað fólk. Og þeir fara langar leiðir til þess að komast hjá því að særa eða forðast deilur þegar kemur á konum eða kvenfólki eða koma þeim í uppnám. Vilja ekki rugga bátnum. Og þeir eru alltaf góður og gjafmildir en á rangan hátt út af því þeir eru að fá eitthvað í staðinn. Og eins og fyrir mig í langa tíma þá trúðum maður á þessu góðmennskunar. Það væri lykilatriðin að velgengni og vera alvöru maður að vera svona góðsögn og eitthvað svoleiðis. Maður gerir ofta á vitlausu forsendum. Og eitt sem einkennir þetta, ef það gengur ekki upp að vera ákveðin góður eða gera eitthvað góða hluti eða hjálpa til eitthvað, þá gera það meira því. Þeir bara meira. En það gengur ekki upp. Þannig að reynum alltaf meira. Þeir trúa eins og það hafa gert allt rétt, segja réttu hlutina, hjálpa til alltaf til staðar, alltaf vera góðir og líða bara eins og það hafa gert allt rétt. Og svo einhvern veginn á móti fá þeir ekki virðinguna og fá það ekki þess að þeir líða eins og þeir eiga skilir tilbaka. Og þeir reyna oft að laga og bjarga öllum og eru að sækjast eftir samþykki og fela sín eigin mistök, sína eigin tilfinningar, sína eigin reiði og ósætti. Og oft þetta að tala um að vera góðugurinn, þetta nice guy. Til dæmis menn sem eru í bæ sem alltaf kaupa drykki handa stelpum. Þeir eru ekki að gera þetta þegar út á góðmennskunni sinni, þeir eru náttúrulega að fela þetta þegar ég er svo góður maður og ég kaupi drykki handa þær, en þeir eru að gera þetta að þeir vilja fá eitthvað í staðinn. Og þetta er að vera the nice guy, að þeir eru að gera þetta út frá að fá eitthvað í staðinn. Þá er ég ekki að tala um að vera vondur eða ekki að vera gjafmildur eitthvað svoleiðis. Eins og tökum sem dæmi ef ég fer inn í bæ með strákunum með eitthvað svoleiðis, þá kaupi ég drykki handa kannski allir strákunum og ég er aldrei að vonast eftir að fá eitthvað tilbaka. Ég er ekki eitthvað búinn að kaupa eitthvað drykk handa allir strákunum og svo býði eftir eitthvað annar að kaupi drykk og ef hann kaupir ekki drykk þá er ég býði eftir að fá hann tilbaka, skilur. Eða ég kaupi drykk handa eitthvað stelpu og ég er að búast við að fá athygli eða hrós eða eitthvað tilbaka. Og til dæmis eru líka oft halda bílnum rosa hreinum og alltaf flottum og rosa uppteknir að sinni að þetta líta vel út og líta út eins og sért með allt á hreinu þegar mann er ekki með allt á hreinu. Og þeir til dæmis fara rosalega langa leiðir í að reyna að hjálpa öðrum, gefa sig allan fram til þess að vera þessi góði gæi. Þeir fara svo langt að þeir eru stundum að smíða heilu húsin fyrir fólk og vera þessi góði gæi. Og þar leiðandum fara ekkert að rífast við fólk eða þræta, þeir reyna að forðast það. Að vera svo næs kemur frá það að vilja ekki sína galla eða sína hver maður er og þá þarf maður að þykjast að vera eitthvað og vera með svona grímu. Elta samþykki líka með þess að frá ókunnugu fólki. Þetta validation að vera flottur í þeirra augum eða að vera Mr. Right, fyrir þetta fólk. Og þeir horfa ofta á sjálfa sig eins og ef þeir segja með einhvern galla þá eru vondir eða vera reiðir, segja að þeir eru svo ósámála eða eitthvað svoleiðis að þeir séu vondir menn. Þeir eru að koma illa fram við að segja sem þeim finnst, sem náttúrulega bara er ekki rétt. Og þetta kemur oft út frá því að maður líður eins og að maður sjálfur sé ekki nóg. Maður skamma sín eða hræddu við að sína hver þú ert í raun og veru. Og þá er maður alltaf að reyna að sækjast í samþykki frá öðrum að maður sé nógu góður. Og þess vegna eru ofta duglegir að hjálpa og gera hluti fyrir aðra heldur en að eyða tímanum í sjálfa sig. Hvernig förum að því að laga góða gæjan í okkur? Að ekki vera
the nice guy. Og númer 1 þarftu að vita það að fólk byrjar virðingu fyrir þér þegar þú segir nei. Fólk byrjar ekki virðingu fyrir þér ef þú segir alltaf já. Þannig að þegar þú fyrir að byrja að segja nei, hluti sem þið langa ekki að gera eða tímir ekki tímanum í að eyða tíma í þetta, bara einlega vilt ekki gera þetta eða finnst það leiðilegt. Byrja bara að segja nei og setja þig í svolítið fyrsta sæti. Bara hvað vilt þú, hvað eru þína þarfir og hvað langar þig að gera og setja þig í fyrsta sæti. Þú munt lenda í því og finna fyrir því að fólk sem er að nota þína auðlindir eða þína góðmennsku og fá rosalega mikið frá þér sem þú sért að gefa 90% af tímanum þínum eða orkunniðinni í einhver aðra mannesku og þú byrjar að segja nei, bara ég vil ekki eða tímanum þetta, ég vil gera eitthvað annað, þá myndu finna fyrir að þau verða mjög ósátt þegar þú ert að basically taka frá þeim það sem þau eru vön að fá frá þér. Og ég lent nokkur stundum í þessu þegar ég byrjaði bara að segja nei af því að ég vildi ekki gefa meira af mér. Ég var kannski ég var á svona low seasoni og fannst þess að ég þurfti bara að gefa 90% af tímanum mínum og setja mig allan inn í verkið og bara fengu allan aðgang af mér. Svo leiði byrja að herra, nei, veistu, þetta það sem þú færði ekki meira þetta að tímanum, vinnu eða einhvað sem ég gerði og þá verður fólk ósátt. Það tekur svo mjög persónulega og það bara, oh my fucking god, skilur. Þannig að ef fólk verður ósátt og þú byrjar að hugsa meira fyrir sjálfvæði og fólk byrjar að segja þú sért sjálfsælskur, þá ertu að gera eitthvað rétt. Þannig að alltaf ef þú ert að koma fólki í pínu uppnám, þá ertu svolítið að gera rétt á hlutin, af því þú getur ekki gert alla glaða. Og númer 2 er að spurja sjálfvæði, er ég að hjálpa manneskjunni eða er ég að gera hlutina fyrir manneskjuna því ég innilega bara langar að sjá hana eða hann líða vel og ná árangri eða er ég að gera þetta svo mér líði vel með sjálfa mig upp á þau merkja að ég vil líta vel út, ég vil að manneskjan líkar við mig, ég vil að manneskjan elski mig eða sýni mig virðingu eða manneskjan bara út á hverju ert að gera þetta. Ert að gera þetta fyrir þig að þú vilt gera þetta eða ert að gera þetta fyrir þig að því að þú vilt fá samþykkið eða vilt hún líka við hvort það er. Ef þú ert að sækjast í eitthvað validation, þá viltu bara sleppa því, bara nei, segja nei. Því þú ert eitthvað sem ekki gera út á réttu forsendum. Númer 3, ef þú vilt gefa rosalega mikið frá þér og vilt hjálpa að minnka, staðan fyrir að gefa 90%, þá gefur 20%. Bara ákvörður fyrir sjálfa þig, ég er tilbúin að gefa svona mikla hjálp, eða ég er tilbúin að hjálpa að aðstoða svona mikið. Bara eitthvað sem þú finnst vera samgjart. Ef þú ert til dæmis að fara í ræktina og manneskja segja, hei, koma og hjálpa mér að flytja, þá myndir þú segja, nei, ég þarf fyrst að fara í ræktina. Ekki setja þínar þarfir til hliðar. Það vil ég ekki. Þannig að allt sem þú ert búin að plana og ákveða fyrir þig, viltu gera. Og sem 4, setja þig í fyrsta sæti. Hugsa fyrst hvað þér langar í að gera. Og ef þú ert búin að plana að gera eitthvað, mæta ræktina eða eyða tíma í eitthvað, þá gerur það áður en þú hjálpa manneskjunni. Og númer 5 er að forðast að gefa með væntingum, sem basically þýðir að ekki búast við að fá eitthvað í staðinn. Þannig að ef þú kaupir drykk, ekki búast við að fá drykk tilbaka. Ef þú hjálpa manneskju að flytja, ekki búast við að hún er að fara að hjálpa þér. Og ekki svona bíða eftir að fá eitthvað frá henni. Nú vill lengur gera hluti til þess að gera það og ekki búast við að fá eitthvað tilbaka. Og eins og fyrir mig, þá bara segi ég sjálfa mig að ég fæ þetta bara eitthvað annar stað. Þá að manneskjan er ekki að fara að borga tilbaka, þá fæ ég eitthvað annar stað að. Og ég er ekki að gefa frá mér 100%, ég gefi bara frá mér 20%. Og númer 6, það er að hætta að reyna að forðast ádeilur. Ef þú veist að þú þarft að segja eitthvað sem manneskjan sem mun ekki líka við að heyra, þá viltu segja og viltu ekki forðast að ekki segja. Ef þú verður pirraður fúll, þá segjur manneskjunum. Ofta er menn til með að ekki segja að þau hrættum með svona ádeilur. Þannig að reyna að fara í ádeilur og segja svo vill. Og númer 7, þú viltu hætta að reyna að bjarga öllum eða laga allt í kringu þig fyrir aðra sem eru kringu þig. Þú vilt meira einbeita á þínu eigin vöxt, þínu eigin stefnu í lífinu, hvað þú þarft að öðlast eða gera til þess að ná þér á rétt ról. Komið sögu það sem ég basically gefi frá mig 20% og segi nei. Félagar minn er að fara að flytja, biður mig að hjálpa sér að flytja. Ég veit að það er að pípa hana og ég veit að það er að spasla eitthvað rosalega mikið. Það er hluti sem ég kann og er góður í. Þannig að ég segi nei, ég ætla ekki hjálpa þér að flytja. Ég segi nei, ég ætla ekki hjálpa þér að mála alla íbúðina. En ég enda á að vinna hana í 4 daga, 12 tíma á dag, bara við hjálpa honum að pípa
spasla og mála eina hæð. Að því ég var tilbúin að gefa frá mig 20% og þegar ég tala að gefa 20%, gefa 20% en 100% af þessum 20%. Því þú setur allan fram og fúsu vilja, ekki svona smá hjálpa eða bara aðeins, en ég var í 4 daga að hjálpa hann 12 tíma á dag. Samt sagði ég nei við að hjálpa hann flytja, mála íbúðina. Ef ég var að sækjast eftir svona samþykki eitthvað svona, þá hef ég kannski bara reynt að gera allt og hjálpa hann með öllu, fattar þau. En rauninni hafði ég ekki tíma fyrir að hjálpa hann í 4 daga, sko. En ég gerði það, af því hann vinur minn og hann náði skilið. Hann hefur oft hjálpað mér. Svo ég með 2 mission fyrir því. Byrja að fara að segja nei við fólk. Ef gæðin alltaf að segja já, þá byrja að fara að segja nei. Bara finna innra með þér að þér langar ekki að gera þetta, þú nennir ekki, eða hefur ekki tíma eða er alveg sama. Byrja að segja nei, þó að það sé óþægilegt. Þó smeykur að manneskja mun ekki líka við þig eitthvað svoleiðis. Það alltaf læg. Ég skal lofa þér, hún mun byrja meira virðingu fyrir þér. Af því að fólk byrja virðingu fyrir fólki sem það veit að getur ekki tuskast með, en fólk sem segir já við öllu og það veit og finnur að getur svona fengið þess að gera allt, fólk byrja ekki virðingu fyrir því. Og númer 2, ef þið líkar ekki eitthvað, ekki fela, sem sagt, brosa og hlæja og láta eins og það sé allt í lagi. Bara ef hún gerir eitthvað sem virkilega fílar ekki, staðan fyrir að fela og ekki sína að þið fílar ekki, sýndu það. Það er bara, veistu það, nei, mér fannst þetta freka bara óviðandi, mér fannst þetta freka leðilegt, mér fannst þetta ekki rétt. Bara sýndu að þú fílar ekki hvað manneskjan gerði. Þannig að þú ert mikið að fela hvernig þið líður í raun og veru. Þannig að þú ert meira svona samkvæmt sjálfur og ert ekki að ljúga sjálfur með svona þetta var allt í lagi, skilurðu.